Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Hvað stendur upp úr á árinu 2017 í þínum huga? Það er nú svo ótal margt að ég held ég geti ekki byrjað eða svarað. En strengdir þú einhver áramótaheit núna áramótin? Nei, gerði það nú ekki. Hefurðu lagt það í vana en að strengja áramótaheit? Nei. Þegar þú lítur yfir árið 2017, hvað finnst þér svona að standa upp úr í minningunni? Ég veit það ekki, mér finnst það mjög venjulegt ár. Ég fór einu sinni til útlanda og mér finnst það bara svona mjög gott ár. Strengdir þú einhver áramótaheit? Bara toppar seinast ár. Ætlum maður ekki segja árangur landsliðsins í fótbolta og síðan bara þessi uppvöknun með að kvenna láti sér heyra að allir þessir drulluhálesta sem hafa komist upp með að koma illa fram við kvenfólk þeir hafa verið settir út af kaldan klaka. Ég held að það sé fyrst og fremst það. Hvernig líst þér á nýtt ár? Bara mjög vel. Það komin hérna ný ríkisstjórn sem að ég tel bara hafi alla möguleika til að gera góða hluti vegna þess að aldrei verið sett saman ríkisstjórn með þessum hætti áður. Sjálft að reyna þetta, frábær forsætisráðherra. Ég full að trúa að ég komið til með að vegna vel. Strengduðu einhver áramótaheit? Já, bara vera ég sjálf og líða vel. Já, sama hér, það var ekkert sérstakt. Hvernig leggst nýtt ár í ykkur? Mjög vel. Mjög spennt. Já, sama hér, mjög spenntur. Eitthvað sérstakt sem þú spennt fyrir? Byrja í skóla. Já, halda áfram með háskólanámið mitt og bara, já. Hvað er það sem í þínum huga stendur upp úr við liðið ár? Snjóléttur vetur síðasta vetur. Aðalega. Hvernig leggst það þessi í þig? Hann leggst bara ágætlega í mig. Já. Strengdir þú einhver áramótaheit? Nei, það þýðir ekkert. Það klikkar alltaf. Það er bara mjög mikið að gera og það var mjög góð jól og ég er eiginlega mest spennt að klára skólan á næsta ári og ætla að klára allt. Strengdir þú einhver áramótaheit? Já, ég ætla að fara í átak og læra betur og ná áfangunum og allt svona. Strengdir þú einhver áramótaheit? Nei. Leggur það ekki í vana þinn? Nei. En hvernig líst þér á nýtt ár? Bara mjög spenntur og heldur þetta verið bara geggjað. Einhver sérstök plön eða eitthvað sérstakt sem þú hlakkar til? Herðu, já, útskriftur háskóla, það er aðalmarkmiði. Hvað stendur upp úr í þínum huga við árið 2017? Það er alltaf ekki stjórnmálum bara. Það held ég. Ýmislegt gerst þar? Já, og svo bara í einkalífinu, barnabörn og... Hvað ætlarðu að gera á nýju ári, 2018? Að fara til Akureyrar oft, í vor, í sumar, í haust og eins og meira í vetur. Já, þú segir í Sviss? Í Sviss og ég er heima líka í Akureyri. Já, ok. Já. Hvað stendur þínum huga upp úr þegar þú lítur yfir nýliðið ár? Já, það er náttúrulega bara ýmislegt bæði í svona persónulegu lífi en svo er það náttúrulega kosningarnar og allt sem er búið að ganga á í pólitíkinni en rosalega ánægð með stjórnina og bara bind miklar vonir við svona breiða ríkisstjórn og bara trúi því að þetta fólk sem er þarna, það er eftir að standa sig. Hvernig leggst 2018 í þig? Það leggst vel í mig. Eitthvað svona persónulegt sem þú hlakkar til umfram annars? Já, ég var að opna hérna sjúkranetsstofu og bara finnst ganga vel og mér vera vel tekið og nýflutt til Akureyrar og það leggst bara vel í mig líka. Meiri segja norðlenski veturinn. Þetta er nú eina ekkert fljótlegur í spurningunum að svara. Upp úr. Persónulega hefur þetta bara verið mjög gott ár. Já. Ég held að maður hefur bara haft það mjög gott. Almennt, já. Strengdir þú einhver áramótaheit? Nei, mér gengur svo illa að standa við þau. Hvernig líst þér á nýtt ár? Mjög vel. Ég held að við séum að fá góða tíma núna. Já. Eitthvað sérstakt sem þú hlakkar til? En það er eiginlega bara flest. Já, ég held að þetta verði gott ár. Ég er mjög bjartsýn.
Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.